Já, við höldum áfram til okkar og konir þjóðþekktir menn, sérstaklega ekki síst varðandi kosningar. Bogi Ágústsson og Ólafur Þ. Harðarson, verið velkonir. Takk fyrir það. Þetta er mjög merkileg staða í stjórnmálunum núna. Þetta er mjög merkileg staða í stjórnmálunum. Það er náttúrulega skoðanakannanir eitt og kosningar annað, en þetta hefur verið svo sterkt mynstur í skoðanakönnunum núna að maður svona fann að hallast að því að það gæti orðið vatnaskil í íslenskum stjórnmálum á ákveðnu leyti. Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega borið höfuð og herðar yfir aðra íslenska stjórnmálaflokka frá því á 4. áratug síðustu aldar má segja. Ekki rétt, Óli? Jú. Og það en nú virðist vera sem hann ætli ekki að verða stærsti flokkur á þingi. Já, nú eftir að... Hann hefur bara einu sinni orðið ekki verið stærstur. Það var hérna... 2009, já, Samfylkingin skaustu fyrir hann. Eftir hrunið, já. En þarna virðast manni samt sem áður vera mikla breytingar sem að gætu verið framundan. Ég hef að vísu góðið dálítinn varhug við því að taka þessar skoðanakannanir allt og bókstaflega. Það einn stór hluti þjóðarinnar sem á eftir að gera upp hug sinn og í rannsóknum þeirra hjá íslensku kosningarannsókninni sem Óli kemur nú kannski nánar inn á eftir, að þá sjáum við það að það er mjög stór hluti, alltaf helmingur sem að gera upp hug sinn síðustu vikuna fyrir kosningar og hvað það eru 25% á kjördegi. Þarna erum við náttúrulega með stóran óvissufaktor sem að getur breytt þessari mynd sem við sjáum fyrir okkur mjög verulega. En þetta því að óleirina ef að 25% ákvæðis á kjördag þá ekki þar með sagt að ákvarðanir þeirra sé eitthvað ólíkar þeirra sem að tók ákvarðanir viku áður? Nei, það er ekkert sem segir okkur það. Það eina sem við vitum er að þær gætu verið öðruvísi og það er náttúrulega ekki þannig að þegar að menn 50% eða 40% segjast ákveða sig í síðustu vikunu og 25% kjördag að þá þeir náttúrulega hafa þeir ekkert verið að velta fyrir sér öllum flokkunum. Þeir hafa kannski verið að velta fyrir sér hvort þeir eiga að kjósa einn flokk eða annan, kannski þeir með 2 eða 3 sem að þeir eru að velta fyrir sér, en þeir vita alveg að það eru kannski 5-6 flokkar sem þeir ætla alls ekki að kjósa. Þannig að í rauninni held ég að það sé nú hérna líklegra að þó að 25% kjósendag ákveði sig á kjördag að það breyti niðurstöðunum venjulega ekkert mjög mikið frá því sem að síðustu kannanir fyrir kosningar gefa til kynna. En stundu kemur eitthvað svona moment sem að fylgja það getur gerst það. Flokkur fólksins 2017. Já, en samt var það nú ekki, menn held að það væri út af því að Inga Snæland brilleraði í foringjaþættinum. En það voru nú samt ekki hreyfing nema upp á einhver 2% miðað við kannanirnar og það hins vegar bara var þannig að þá fór flokkur fólksins upp fyrir 5% þröskuldin, þannig að þessi 2% skiptu rosalega miklu máli. Það er eitt við ekki athygli á líka og það það sem að kemur fram í kosningarannsókninni og nú ég sko að stela þrumunni frá Óla vegna þess að þetta hans verk og hans starfsmanna. Já, þú ert nú einn af fáum sem búin að lesa bókina. Ég verð nú að fá að sýna hér þessa merkilegu bók sem ég búin að boða hér í hverjum þættinum og fætur öðrum hjá okkur og loksins komin út. Við nefnilega reiknum ekki kosningu fyrir í vor og ætluðum bara að vera með þetta í rólegheitunum í janúar. Sem að bendi til þess að þið sé ekki alveg svona með þetta á hreinu. Nei, við erum náttúrulega ekki með neitt á hreinu. Nema bara hinar vísindalegu rannsóknir á fortíðinni. En við slóum í klárinn og þetta er núna komið. Það er ekki komin prentuð eintök ennþá, en það er hægt að kaupa prentuð eintök sem menn fá þá í byrjun desember hjá háskólaútgáfunni en menn geta fengið strax rafræna útgáfu af bókinni og ég held reyndar fyrir áhugamennum stjórnmál að þá sé mjög margt í þessari bók sem að gagnast þeim til að skilja viðhorf kjósendana og flokkana og í rauninni skilja af hverju við erum að sjá þessar breytingar og þessar strauma á fylginu sem við erum að sjá akkurat í þessum
kostningum. Því að þó við séum ekki með nýjustu gögnin okkar séu frá kostningunum 2021, þá erum við með gögn úr íslensku kostningarannsókninni alveg frá 1983 og þar getum við séð hvernig viðhorfin og fleira hefur verið að breytast en og meiri sig í einum kaflanum förum við svona, það er ekki sérstaklega gert fyrir Smára, að þá farið yfir helstu þjóðfélagsbreytingar og breytingar á flokkum og kjósendum alveg frá 1930, 100 ára aftur í tíman. Ég veit að þú munt lesa þann kafla miklum áhuga. En svo ég ætla að segja ykkur eitthvað úr þessari merkilegu bók. Já. Þú við lesanda hér. Já, mitt sko, svo bara lesi hér umsögnum bókina sem að birtist hér aftan á sko, að þá segir sko að hér er skýr innsýn í viðhorf og væntingar kjósenda til lýðræðisins og stjórnmála þáttöku undanfarna áratugi og bókin á ekki bara erindi til fræðimanna heldur og alls almennings, hún er í raun ómissandi fyrir allt áhuga fólk stjórnmál. Það er kannski óþarf að segja í hvernig við erum að vitna En Bogi, þú varst með þrumu? Nei, ég var ekki með neina þrumu. Ég sagði að stela mest af því sem ég hef að segja þessi máli er sko byggt á rannsóknum annara og ekki síst félaga professors Ólafs. En það er svo gaman að heyra þig segja það. Já, en það er sko það sem við vorum að tala líka og höfum við verið að tala er það að það er ólíklegt eins og Óli var í að rétt á hann, það er ólíklegt að fólk sé að hoppa á milli þó að sé ókvið að sé hoppa á milli, sko það hoppar enginn frá miðflokknum yfir á sósíalista í síðustu vikunni þannig að þær stóru línur eru nokkurn veginn komnar. Það er annað líka sem Óli hefur verið og það er þrjum að sé ætla að stela á honum, það er að hann hefur sko reiknað út frá kannunum og athugunum sko mengi til dæmis þeirra sem eru, getum við sagt íhaldsamir og svona þjóðernis hyggjumenn og til hægri stjórnmálum að það er svona það bil það sama en það getur deilst á milli flokka. Já, það er það bil þessi hópur virðist vera sem sé miklir markaðsinnar og líka þjóðlegir íhaldsmenn að þeir virðast vera svona í kringum 30% og það eru fyrst og fremst miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn sem að skipta þessu á milli sín og í síðustu kosningum þá fekk sjálfstæðisflokkurinn 25% af þessum kjósendum en miðflokkurinn með 5 núna í síðustu Gallup-könnuninni þá sjálfstæðisflokkurinn með 16 og miðflokkurinn með 12 þannig að þeir eru samanlagt með 28%. Þeir eru ekki að stækka mikið. Þannig að þeir eru í rauninni það sem að gerast og kemur skýrlega fram í þessari bók að sko færslunar milli flokka þær fara mjög mikið eftir hægri vinstri línum og líka í samræmi við þennan menningarás þar sem við tölum annars vegar frjálslynda alþjóðasinna og hins vegar þjóðlega íhaldsmenn. Sumum líkar ekki að nota frjálslyndi í þessari merkingu. Þetta er svona félagslegt frjálslyndi. Ég hugsa að einhverjir miðflokksmenn myndu segja á öðrum endanum þetta vógliðið og hinum endanum ekki þjóðlegir íhaldsmenn heldur þeir sem róttæka skynsemishyggju og menn með að kalla þetta hvað sem fyrir mér sko. Málið hins vegar að þetta veruleiki sem að við sjáum í rannsóknunum að fyrir hendi og menn eru sem sé að færa sig aðalega á milli flokka sem eru tiltölulega líkir. Þetta kannski ekki raunveruleiki, þetta módel sem maður má nota til þess að skilja íslensk stjórnmál. Já, það ágætlega orðað hjá þér. En þarna sjáum við einmitt mjög glögglega að miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir eru á sömu miðum, þeir eru að fiska á kjósendur með svipaðar skoðanir, en þeir eru að fiska eiginlega ekki neitt á vinstri miðunum og þeir eru að fiska lítið á miðjumiðunum. Það í rauninni það helsta sem maður tekur eftir að í fylgi miðflokksins núna reyndar áhugavert að stærstir eða 40% af kjósendum miðflokksins núna
þeir eru að koma frá Sjálfstæðisflokknum en 20% af þeim eru að koma frá Framsókn, þannig að það er svolítið streymi. En þessi hægri, þessi búbla eða þetta mengi harðra markað sinna og þjóðlegra íhaldsmanna, þessi flokkar virðast mjög lítið vera að tegja sig út yfir það. Og það er enda líka mjög áhugavert að skoða áherslur þessara tveggja flokka í kosningabaráttunni, því að mér sýnist að þeir hafi fyrst og fremst verið að predika yfir söfnuðinum. Þeirra málflutningur hafi fyrst og fremst beinist að þessum 30% sem að eru bæði markasinnar og líka þjóðlegir íhaldsmenn. Þeir hafa lagt mikla áherslu á að lækka skatta og minnka ríkisumsvif. Þeir hafa lagt mikla áherslu á að hælisleitendur sérstaklega og kannski innflytjendur almennt séu alveg umtalsvert vandamál í íslensku samfélagi. Undir þetta hafa engir aðrir flokkar tekið nema þá kannski örflokkarnir tveir og í foringjaumræðunum daginn þá var það alveg skýrt að bæði Þorgerður Katrín og Sigurður Ingi voru að saka Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn það að með því að segja að hælisleitendamálin væru svona mikið vandamál, þá væru þau bara að ýta undir útlendingaandúð, almenna útlendingaandúð í landinu. Þannig að þarna hafa Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn verið dálítið sér á parti. Sigurður Ingi nefndir enda Flokk fólksins og Samfylkinguna líka. Já, ég held nú ekki að Samfylkingin hafi mikið skammað Samfylkinguna en kannski eitthvað, en Flokkur fólksins var líka skammaður. En síðan er það líka mjög athyglisvert að Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur hafa gert greinilega alveg meðvitaða tilraun til þess að láta þessar kosningar að einhverju verulegu leyti snúast borgarmálin í Reykjavík. Og núna alveg upp á síðkastið þá hefur verið ráðist sérstaklega gegn Degi B. Eggertssyni. Núna í dag og í gær verið alveg sérstaklega rótarlegar auglýsingar gegn Degi B. Eggertssyni persónulega. Og það er í rauninni mjög athyglisvert vegna þess að neikvæðar auglýsingar af þessu tagi hafa ekki mikið sést í íslenskri pólitík hingað til. 1996 þegar Ólafur Ragnar var í forsetaframboði þá voru birtar neikvæðar auglýsingar hann sem að við sáum í könnunum að stór hluti kjósenda taldi að væri réttmætar hans pólitísku fortíð sem að líkaði ekki vel, en hins vegar mislíkaði eiginlega langflestum kjósendum mislíkaði þessi aðferð og það voru nú sára fáir sem sagði að það var skipt skoðun út af þessum auglýsingum, en þeir örfáir sem gerðu það, þeir höfðu allir farið á Ólaf Ragnar. Nú síðan var þetta 2016 eða 17 þegar komu nafnlausar auglýsingar skattakötu. Og ég hef aldrei, sumir hafa haldið að þetta hefði haft einhver áhrif og fylgi Vinstri grænna, af því það var minna í kosningunum heldur en í einhverjum skoðanakönnunum áður. Ég trúi því alls ekki. Ég held að það hafi verið aðrir þættir sem réðu því að Vinstri græn voru lægri heldur en skoðanakannirnar gáfu til kynna. Því að ég var ákaflega erfitt með að trúa því að það að einhverjir hægri menn hafi verið að reyna að klína uppnefninu skattakata á Katrínu Jakobsdóttur, þá hafi það haft nokkur minnstu áhrif á þá kjósendur sem á annað borð gátu hugsa sér að kjósa VG. Þarna var verið að predika fyrir söfnuðinn. Og þetta er sérstaklega áhugavert með dag ef við skoðum að því að við vitum náttúrulega að hann er mjög óvinsæll hjá þessu hægra mengi, gríðarlega óvinsæll, en er hann óvinsæll annar staðar. Við höfum nýja könnun frá Maskínu það hvað menn myndu kjósa í borgarstjórnarkosningum ef að þær færu fram núna. Og það er mjög merkilegar niðurstöður. Þar hefur meirihlutin, fjóraflokka meirihlutin aðeins látið undan síga en hann er ennþá með 51%. Samfylkingin, hún í borginni fekk 21%, fengi núna 25%. Sjálfstæðisflokkurinn fekk 25, fengi núna 23.
Viðreisn fékk 5, fengi núna 15. Það nú líklega árið af landsmálunum. Það getur verið það, en þetta ber ekki með þess sem sósíalistar reyndar að gera það fyrir því smár minn. Að sósíalistar þeir sem sé fengu 8 síðast en fá 10 núna. Það er fjórði stærsti flokkurinn í borginni. Það er framsóknarflokkurinn sem að hrynur í borginni. Hann er með 3% núna og var með 19% síðast. En til viðbótar þessu, af því menn halda að það sé alveg sérstaklega öflugt að ráðast svona á dag til þess að fá fylgi væntanlega frá samfylkingunni, Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn eru nú að fá eiginlega ekkert fylgi frá samfylkingunni eins og ég var búin að nefna, að það var líka spurt í þessari könnun hvaða borgarfulltrúi hefur staðið sér best og sá sem ég veit alveg hver það var. Það var náttúrulega ykkar kona, Sanna. Það voru 25% sem nefndu hana. Stórkostlegt afrek. Mikið afrek hjá Sönnu, en það er hún náttúrulega mjög öflugur talsmaður. En hver kemur í öðru sæti með 21%? Dagur B. Eggertsson. Og hvar er Hildur Björnsdóttir, leiðtogi Sjálfstæðisflokksins? 14% nefna hana og 6% nefna Einar borgarstjóra. Þannig að mér sýnist að öll þessi mál séu þannig að þau höfðu það fyrst og fremst til hinna þegar sannfærðu hægri manna, þjóðlegra íhaldsmanna. Það eru kannski 30%, 70% sem eru ekki í þessum söfnuði, þau eru bara ekkert að hlusta á þessar áherslur Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Ég held að það sé þeirra vandi og mér finnst þetta satt að segja svolítið skrítin kosningabarátta, sérstaklega hjá Sjálfstæðisflokknum vegna þess að ef hann vill stækka þetta mengi, hægra að þjóðið sinnaða mengi, þá verður hann að höfða eitthvað inn á miðjuna eins og hann gerði gjarnan hér áður fyrir. Þetta er mjög merkilegt að sjá þetta gerast. En eins og staðan í þessum málum núna, er ekki, þá er að horfa fram á einhver úrslita í þessu kosningum sem gjör ólíkt því sem áður séð. Það má svo sem segja það að mörgu leyti eins og við vorum að tala áðan að það verði þetta í einhverju samræmi við kannanina núna. Ég ætla að draga þess athygli að metit.is sem eru með þeir vega og meta niðurstöðu kannanina á aðeins annan hátt heldur en að aðri gera og í nýjustu fylgisspár þeirra frá því fyrra dag að þá telja þeir að þetta miðgildi stuðnings eða fylgis við þrjá flokka sé það sama. Þeir spá sem sagt Viðreisn, Sjálfstæðisflokki og Samfylkingu 17%. Og svo þar á eftir kemur flokkur fólksins með 13. Ég gef ekki mikið út af þessu útreikningametils vegna þess að það virðist að þetta eru tölvukallar sem að taka niðurstöður kannana, bera það saman síðan við frávik frá könnunum að kosningum og þetta er svona þetta er svona, stundum við gett grína svona línulegur jöfnur, það getur verið svo hættuleg að reikna með því að þróunni verði bara endanust alltaf svo sama, þetta er ekki ráð fyrir því að heimurinn sé alltaf eins og þess vegna verði niðurstöðunar í þessum kosningum sama fráviki og var síðast og ég get alveg lofað ykkur því að svo verður ekki. Nei, það er nú gott að þú lofar því sko, ég vildi hins vegar bæta við, nú gott að fá eitthvað kosningalofar. Þessi aðferð Meitils hefur bæði kosti og galla. Hún hins vegar hún hefur alþekktar fyrirmyndir, til dæmis Nate Silver í Bandaríkjunum sem hefur nú verið ansi glöggur að spá fyrir kosningaúrslitin, þó menn segja að þetta hafi verið allt vitlaust núna, þá er það bara rangt. En það byggir á mikil mati á ólíkum sögu sem að ég sé ekki að Meitil sé með. Nei, jú, hann er með eitthvað á sögu Nei, þú ætlar að meta sögunar. Já. Þetta er ekki tölvumannin meta sögunar. Það eru 2 stjórnmálafræðingar með honum í þessu sem eru að hjálpa honum. Það eftir að koma í ljós með Metil hversu langt hann er frá þessu. Já, og reyndar í þessari þetta er óreind spá algjörlega og það sem að er líka, ég veit varðandi þessa nýjustu útgáfu er að
Gallup-könnunin nýjasta frá því á föstudaginn sem var lekið í RÚV og RÚV hafði nú sem betur fer þrek til að birta þó það ætti ekki að birta hana, að hún ekki inn í þessari nýjastu útgáfu Metils, en ég vona þeir taki nú snarlega við sér og setji hana þar inn, en auðvitað þetta engin stóri sannleikur frekar heldur en annað. Mér finnst þetta bara áhugaverð aðferð og hún svona viðbót við hitt, en almennt talað þá eiga menn auðvitað ekki að taka niðurstöðu skoðanakannana alltaf bókstaflega eins og menn gera. Í þessari bók okkar, margum rætri, til dæmis heill kafli skoðanakannanir og óvissu í skoðanakönnunum. Og að meðaltali hefur í síðustu kosningum meðalskekkjan hjá Maskínu eða sérstaklega hjá Maskínu og Gallup sem hafa verið miklu nær úrslitunum heldur en prósent sem oft öðruvísi heldur en hinnir, að meðalskekkjan hefur verið kannski svona 2% sem bara býsna gott. Að vísu kerfisbundin hafa Samfylkingin og Píratarnir verið aðeins ofmældir, Framsókn, Sjálfstæðisflokkur og Flokkur fólksins vanmetnir, en þarna erum við að undirstrika að það óvissa. Þetta skoðanakannir eru ekki nákvæmnisvísindi og þetta alveg sérstaklega mikilvægt fyrir ef menn að hugsa flokkana sem að núna eru sitt hvorum megin, stundum fyrir ofan 5% þröskuldin og stundum fyrir neðanan. Í fyrsta lagi þá geta þessir flokkar, þó þeir lendi undir 5% og fá engin jöfnunarsæti, þá geta þeir fengið kjördæmakosinn þingmenn. Og ef það gerist, þá atkvæði þeirra ekki döð. Það fá svolítið mikið fylgi til þess. Hvað segirðu? Já, en við höfum séð það við höfum séð það í einhverjum könnunum bæði að sósíalistar hafi verið undir 5 og fengið kjördæmakosinn mann. Það hefur líka gilt VG og það hefur líka gilt Píratana. En aðalmálið hér það að í fyrsta skipti eða í næst fyrsta skipti sáum við svokallaða taktíska kosningu í forsetakosningunum síðustu, þar sem þú kýst ekki þann besta eða þann sem þér finnst bestur, heldur kýstu þann næst besta. Það höfum við aldrei séð áður í kosningum á Íslandi. Ég verð þó að nefna fyrir Gunnar Smára, sögumannin, að við getum sagt að það hafi kannski verið taktísk kosning í alþingiskosningunum 1956 þegar að hræðslubandalagi svokallaða var við lýði og framsóknarflokkurinn hvatti sína kjósendur í bæjunum til að kjósa alþýðuflokkinn og kratarnir í sveitunum sem voru nú reyndar fáir áttu að kjósa framsóknarflokkinn þar sem hann var að keppa við sjálfstæðisflokkinn og þeir ætluðu að fá hreinan meirihluta á þingi út á svona þriðjungatkvæðana og þeir fenguðu þriðjungatkvæðana. Það dugði ekki alveg til að fá hreinan meirihluta en það munaði mjög litlu. En varðandi minni flokkana, ef þú ætlar að kjósa taktískt, þannig að þú hættir við að kjósa flokkinn sem þú vilt helst, af því þú heldur að hann verði undir 5% og kýst frekar einhvern annan sem þú heldur að sé örugglega yfir 5%, að þá nú staðreyndin bara svo að fyrir rökvísan kjósanda sem í þessari stöðu að velta fyrir sér að kjósa taktískt, hann hefur bara ekki nægilegar upplýsingar til þess að geta tekið skynsamlega ákvörðun. Flokkur sem að mælast með 3%, hann gæti verið með 6 eða 7%. En ekki í öllum könnunum bara frá því síðan vor. Líkurnar eru náttúrulega... Svo ég tala nú bara VG. VG hefur ekki verið inn á þingi síðan í mæ. Nei, við erum kannski meira að tala meiri, en ég bara að undirstrika óvissuna og sá sem ætlar að ganga að því vísu að VG komist ekki yfir 5%, hann hefur bara ekki nægileg gögn til að fullyrða það. Og þess vegna má segja að kjósandi sem að ætlar að taka mark á jafn ónákvæmum upplýsingum og skoðanakannanirnar að hann að taka í rauninni mikla áhættu með því að kjósa ekki þann flokk sem hann vil helst, heldur þann flokk sem hann vil næst helst og hann getur meira segja lent í því ef að eitt atkvæði skipti sköpum að hann yrði sjálfur til þess að flokkur sem með alveg 5%
dytti út af þingi. En að því að þið munið svo langt og bókin nær til 83 sem voru náttúrulega merkilega kosningar þá Bandalag jafnaðarmanna og kvennalistin að mæta á sviðið. Stórmerkilega kosningar. Báðir þessir flokkar 87 líka þegar borgarflokkurinn kemur. Ég ætlaði nú að tala um 87 sko, náttúrulega mjög merkileg þáttur því þá koma 2 nýjir flokkarinn, Bandalag jafnaðarmanna sem lifði nú stutt en kvennalistin sem að lifði 4 kjörtímabil en 87 voru síðan tímamóta kosningar í þeim skilningi að þá fengu borgaraflokkurinn yfir 10% og kvennalistin líka yfir 10%, þannig að þá voru þetta sko, þar var gengi fjórflokksins verra heldur að það hafði nokkuð tímum verið áður. Síðan þótti aftur svolítið í sama farið og það ekki fyrir nettir hrun sem við höfum þessa nýju mynd sem glögglega farið í gegnum í bókinni, þar sem að sko samanlagt fylgi fjórflokksins komið niður í kannski 64% og það eiginlega núna stefnir í það að það gæti orðið enn lægra. Það sem ég langaði að fletta upp í ykkur að núna augljóslega að viðreisnir í svona uppstreymi. Það bara gengur allt í hæginn einhvern veginn og þeir eru svona í uppstreymi. Og nú það farin í síðustu vikuna og við þekkjum svona uppstreymi eins og 2013 að þegar EFTA-dómstóllinn dómurinn kemur og það bara fer fylgi frá Sjálfstæðisflokknum yfir á Framsókn og á 3 mánuðum úr 15% í dag 25. Já, fyrst og fremst bara síðustu vikurnar, það gríðarlegt uppstreymi. 87, ég man eftir því þetta kosningarnar sem að Jón Baldvin var að leiða Alþýðuflokkinn og fór í hringinn í kringum landið og hverjir eiga Ísland og mikið uppstreymi. Þá allt í nú klofnar Sjálfstæðisflokkurinn og borgarflokkur verður til og svona talandi að stela þraumunni og svona. Jón heldur það var nú meira heldur málefnur ágreiningu sem var þar á ferðinni þegar borgarflokkunni verður til. Já, en það svona skemmti fyrir þessu uppstreymi sem að leit út fyrir að Alþýðuflokkurinn myndi vinna stórkostlegan sigur sem að síðan kannski kom ekki alveg. Jón Baldvin heldur að Albert hafi stólið þessu frá sér en hins vegar vitum við nú að borgarflokkurinn var fyrst og fremst klofningsflokkur út úr Sjálfstæðisflokknum. Það að segja það bil 70% þeirra sem kusu borgarflokkinn, þeir hafðu kosið Sjálfstæðisflokkinn í kosningunum og undan. Þetta allt öðruvísi heldur en til dæmis með Viðreisn 2016 þegar hún bauð fyrst fram. Foringjarnir þar voru ýmsir úr Sjálfstæðisflokknum en ef við skoðum fylgi Viðreisnar í þeim kosningum þá kom tæpur þriðjungur frá Sjálfstæðisflokknum og tæpur þriðjungur frá Samfylkingunni. Þannig að Viðreisn var að höfða bæði til hægri og vinstri kjósenda og hún enn að gera það. Ef við skoðum þetta núna, hvaðan kemur fylgi Viðreisnar, þá kemur þriðjungur frá þeim sem kusu Viðreisn líka síðast. Þriðjungur kemur frá Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki og þá ég að miða við maskínukönnun. Frá vinstri flokkunum, vinstri grænum, Pírötum og Samfylkingunni koma 28%. Það að segja að það þriðjungur sem að koma frá hægri og þriðjungur að koma til vinstri og þetta rímar mjög vel við það að þegar við skoðum hvaða viðhorf kjósendur Viðreisnar höfðu til hægri vinstri málefna árið 2021 þá voru þeir mjög nálægt miðjunni eins og Framsóknarflokkurinn og flokkur fólksins og miklu nær miðjunni heldur en kjósendur Sjálfstæðisflokksins og kjósendur Miðflokksins sem voru langlengst til hægri í þessum viðhorfum á félagshyggju ás markaðsás. Þannig að þetta Viðreisn þarfandi hægri forysta sem situr uppi með félagshyggju kjósendur. Já, þú náttúrulega þín orð. Sko, þetta skilgreiningin komin frá kjósendum flokkana. Þannig að við skulum Pírata segir þetta stundum að kjósendur okkar eru frekar félagshyggju þess vegna stefna okkar félagshyggju megin. Það kemur heim og saman við kosningarannsóknina. Sko, Píratar eru af kjósendum taldir vinstri flokkur. Kjósendur þeirra eru vinstri sinnaðir.
Þetta minnir mig á það að þegar kvennalistin kom fram, þá var ég að spurja líka kjósendur kvennalistans hvort þið væri til hægri eða vinstri, en kvennalistin sagðist hvorki vera til hægri ni vinstri, og þær voru vinkonur mínar í kvennalistanum voru alltaf að skamma mig fyrir að vera með þennan úrelta kvarða, en kjósendur voru alveg tilbúnir til að segja hvað kvennalistin væri. Þeir sögðu auðvitað að hann væri til vinstri og auðvitað var hann til vinstri. Það er eitt líka sem hefur verið talað mikið núna og bent á í alþjóðlegu samhengi, og það er þessi tilhneiging að refsa þeim sem að sitja við völd. Og þetta er alveg rétt, og við getum séð þetta í Bandaríkjunum, við sáum þetta sérstaklega skýrt í Breitlandi, það sem að fylgi Íhaldsflokksins hrundi og hafði raunar verið að láta mjög lengi þar á undan, þegar flokkurinn hafði klárlega mist tengsl við þjóðina, og síðan gerist það mjög skömmu eftir að verkamannaflokkurinn tekur við í Breitlandi. Hann er í rauninni búinn að missa kjósendur sínar á stóru leyti, öfugt við það sem að gerðist 1997 þegar Tony Blair var forsætisráðherra, hann hélt þessu fylgi og vann 3 kosningar í röð. Þetta er ekkert nýtt á Íslandi. Frá því 1963, ef maður rétt og leiðir þetta með Óli, þá hefur það einu sinni gerst að stjórnarflokkar samanlagt hafi bætt við sér fylgi í öllum kosningum síðan 1963 og það er 2021 og það eru sérstakar kosningar og sérstakar skýringar á því og það er að sjálfsögðu vegna pestareinar. Það er heimsfaraldurinn sem gerir það að verkum að þá kemur þetta sem stundum er sagt rally around the flag effekt sem talaðum í bókinni. Já, nema hvað þegar fólk þyrpist til stuðnings stjórnvöldum í krísu. Þannig að þetta er ekkert nýtt að stjórnarflokkar tapi fylgi. Ég tók þetta saman að því að það var svo ótrúleg könnun prósent, þar sem að Framsóknarflokkurinn og VG eru báðir utan. Þannig, og Sjálfstæðisflokkurinn með 8 þingmenn. Þannig að ríkisstjórnin væri að fara úr 38 niður í 8. Þá tók ég saman hvað hefði verið mikil höfnun í þingmönnum talið á ríkisstjórn og þá er það til dæmis ríkisstjórnin 2013 sem var náttúrulega sögum. Það er mesta tap ríkisstjórnflokka. Það var 8 þingmenn bara. Mesta tapið er 78. Já, ég fór ekki svo langt, ég fór til 1983, ég held að þú ætlaði bara að vera með það í bókinni. 2017 eru 12 þingmenn, það er svolítið mikið. En núna stefnir í að þetta met verði líklega slegið. Það er mjög líklegt að samanlagt fylgi stjórnarflokkana verði falli meira heldur 80 þingmenn. Það getur alveg gert það þarf að vera einhver miðað við kannanirnar þá er met Samfylkingar og Vinstri grænna í tapi frá 2013 og það er bara í stór hættu en það er ekki öruggt. En svo þegar að því að nefni þetta að ég má aðeins klára því að svo fór ég að skoða tímana þar á undan að þá er þetta bara ríkisstjórnin að missa kannski 4 þingmenn og 5 þingmenn þannig að þess að sveifla bara eftir hrun þá allt í nú bara byrja báturinn að fara svona Það er eins og kjölfestuna vanti pínulítið að þessu litinu til að því að þú varst að vísa í það sem að yrði líklega niðurstöðu kosningarnar þá öfugt við þig Smári þá held ég að hvorki Ólafinni ég viljum gefa neinn loforð það hvernig það er farið Ég sagði farið ekki eins og ég vil kannski að því við vorum að tala hvaðan fylgið er að koma og við sáum að fylgi miðflokksins er eiginlega bara að koma hægra megin frá og við sáum hvernig fylgi Viðreisnar er bæði að koma frá vinstri og frá hægri en það er líka mjög fróðlegt að skoða hvaðan er fylgi Samfylkingarinnar að koma sem er líka að bæta tvöfalda fylgi sitt frá síðustu kosningum. Þar er það þannig að 42% samkvæmt maskinu kusu líka Samfylkinguna 2021. Frá vinstri flokkum, það eru nú eiginlega fyrst og fremst bara VG og Píratarnir 35% af fylgi Samfylkingarinnar núna er að koma frá þessum vinstri flokkum. Frá flokkum hægra megin við miðjuna þá er Samfylkingin núna
eða eru 16% að fylgi samfylkingarnir núna að koma frá Framsókn og Viðreisn, flokkunum sem eru rétt hægra megin miðju. Hvað samfylkingarna að fá frá kjósendum Miðflokks og Sjálfstæðisflokks? Eiginlega ekki neitt. Þannig að þarna fáum við líka skýrt mynstur. Í síðustu kosningum var samfylkingin fyrst og fremst, eða nánast eingöngu, eða fyrst og fremst skulum við segja, að skiptast á kjósendum við flokka sem að voru líka vinstra megin yfir miðju. En núna hún að höfða soldið yfir miðjuna en bara til kjósenda Framsóknarflokksins frá síðustu kosningum og kjósenda Viðreisnar en ekki neitt til, eða nánast ekki neitt til flokkana sem eru lengst til hægri, Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins. Þetta skýrir stöðu Framsóknarflokksins þar sem að fylgi þeir sem að þeir sækja vanalega. Það búið að soga það upp annars vegar til samfylkingar og hins vegar til Viðreisnar. Þannig það ekkert eftir til skiptana. Þessum erum við að sjá það með svona ömurlega stöðu í könnunum. Já, með hæfilegri einföldun algjörlega hægt að segja að þetta sé rétt mynd sem voru að draga upp. En þetta er svolítið líkir flokkar, samfylkingin og Viðreisn. Þeir eru náttúrulega voru kallaði lengi vel í Morgunblaðinu í ritstjórnargreinum systurflokkarnir, Evrópuflokkarnir. Núna tek ég eftir því að í ritstjórnargreinum Morgunblaðsins er ekki lengur talað systurflokkana. Það er farið að tala hinn borgaralegu öfl. En hægri flokkarnir í Skandinavíu voru nú hér lengi alltaf kallaðir borgaraflokkarnir. Akkur það þessu? Vegna þess að þeim sýnist að ef að Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn eigi að komast í ríkisstjórn, þá sé nú líklegast að þeir verði að gera það með Viðreisn. Ef við skoðum hins vegar kortið sem í bókinni, þar sem við erum að skoða hvernig kjósendur Viðreisnar og kjósendur Miðflokksins voru sem sé á þessum hægri vinstri efnahagsás, annars vegar og þessum menningarás hins vegar, að þá kemur náttúrulega í ljós að kjósendur Miðflokksins 21 höfðu á báðum þessum ásum allt aðrar skoðanir heldur en kjósendur Viðreisnar. Kjósendur Viðreisnar voru hins vegar tiltölulega nálagt samfylkingunni á báðum þessum ásum. Þannig að ef að þessir flokkar ætluðu að mynda ríkisstjórn út frá því hvað þeirra eigin kjósendum 2021 fannst málefnin, þá liggur beint við að Viðreisn og samfylking gætu átt heima í sömu ríkisstjórn, en jafnframt að það virtist algjörlega fráleitt að Viðreisn færi í stjórn með Miðflokknum ef menn vilja láta málefnin og viðhorf kjósendana ráða því hvers konar ríkisstjórn menn vilja mynda. En við vitum náttúrulega á Íslandi þá hafa náttúrulega alls konar ríkisstjórnir verið myndaðar. Við höfum allir ganga óbundið til kosninga, en stjórnarmynstur hafa náttúrulega verið samt miklu algengari heldur en önnur, og ég held að núna séu nánast allir, bæði stjórnmálamenn og kjósendur, komnir á þá skoðun að það sé ekki mjög gáfulegt að mynda ríkisstjórn þar sem að flokkarnir eru ósammála eiginlega allt. Það sé miklu vitlegra að gera það sem er algengast í samsteypukerfum allstaðar í heiminum, að þeir flokkar sem mynda ríkisstjórn, þeir séu sammála að minnstakostum sumt. Já, þó ekki meira. Komandi vika er vika kappræðna. Það verður í Mogganum og Heimildi verður með og Stöð 2 og RÚV. Hvaða máli skiptir þetta? Er þetta do or die fyrir suma flokka? Ég veit það ekki. Það er ekki að mæla það? Nei, við getum ekki mælt nákvæmlega áhrif af kappræðum. Almennt tala held ég að það minnst mín tilfinning að venjulega skipta kappræðurnar og sérstaklega í þingkosningum, það er kannski meira í forsetakosningum, persónukjöri, að venjulega skipti umræðurnar til dæmis daginn fyrir kjördag ekki mjög miklu máli. En það er það yfirleitt þannig að eiginlega allir, eins og Smári til dæmis í síðustu kosningum, að eiginlega allir standa sig vel. Það er í rauninni helstu undantekningar eru ef einhver einn brillerar, eins og sumir telja að Inga Sæland hafi gert þetta 2016, held ég, og tekið það toga flokkinu upp þessi
krúsíal 2% sem að þurfti eða einhver gerir algjörlega í buxurnar. Manstu eftir því? Nei, ég man ekki eftir því í íslenskum kosningum sko, menn eru náttúrulega misgóðir. Stundum við fólk alveg búið á því og það er orðið svona hálf orkulítið. Já, eðlilega. Standi upp á endan í 1,5 tíma. Já. 2 tíma. Já, 2 tíma. Ég var með ónýta mjöðum og ég var í alvörinu að hugsa að fara sko að bráða vaktina á eftir. Ég trúi þessu, þetta er mikið á frambjóðendurlagt eða fóringjarna lagt að þurfa að standa svona og síðan erum við náttúrulega búinir að vera eins og útspýtt hundskinn í þessari miklu lýðræðisveislu sem að kosningabaráttan er. Og það sem hefur breyst að sjálfsögðu á undanförnum árum er það að það er ekki bara hinni hefðbundnu fjölmiðlar, það er ekki bara sjónvarpsstöðvarnar, RÚV og Stöð 2 heldur og er ekki bara stöð eins og Samstöðin sem hefur bæst í þessa flóru, heldur eru dagblöðin komið með og heimildin komið með slíkt og síðan eru þessi óteljandi podcast sem eru þannig að frambjóðendur hafa verið eins og útspýtt hundskinn og verða í komandi viku. Svo eitt í viðbót sem er að því að nú er þetta að vera með streymi, þannig að það er ASI með streymi og SA og Samtök iðnaðarins og bændurnir og umhverfisinnar og landvernd og þannig það eru þú veist kannski mörg streymi á dag af kappræðum. Ég stjórnaði fundi út í háskóla núna sem að Varberg og Alþjóðamálastofnun háskólans var með og því var streymt sko, það var fullur salur en kannski hafa verið 10 sinnum fleiri sem hafa verið horfa á það og er ennþá að horfa á það því að ég fæ stundur svona eitthvað tengt þessum fundi sko en fólk er ennþá að tína upp þessi streymi. Þannig ég hugsa sko, þetta eru aldrei verið meira, þetta eru eins og að talað að þegar þið fóru sko eins og lest og voru með fundi út í kjördæmanum. Þetta er ekki minna núna. Ég vildi segja bara sko að mér finnst þessi kosningabarátta hafa verið mjög skemmtileg og mér finnst það sko mikilvægur partur af þessari lýðræðisveislu sem að þetta á að vera er einmitt hvað það eru fjölbreyttir aðilar og hvað það eru margir þættir og fjölbreytilegir á alls konar miðlum og enginn, ég sem að nú meir og minna allan daginn að fylgjast með þessu nema þegar ég var að prófarka að lesa bókina sem ég var nú að gera fram til morgun síðustu vikurnar að það kemst enginn yfir að horfa á þetta allt en þetta er mjög jákvætt að það sé svona mikil kynning á frambjóðendum og flokkunum þeirra. Og stefnumál flokkana. Og stefnumálunum, það kemur nú meðal annars fram í þessari bók sem að sumir hafa ekki trúað þegar að spurt er hvað skiptir mestu máli þegar að kjósendur velja sér flokk. Þarna er það bara svart á hvítu. Það eru málefnin sem skipta meira máli heldur nokkur annar einn þáttur. Og þessi kosningabarátta hún hefur mestanpart verið málefnuleg þó hefur borið meira á skítkasti í aðra flokka heldur en var 2021 þar sem það var eiginlega ekkert þetta og í bókinni þá er mjög skemmtileg yfirferð sem hann Jón Gunnar hefur tekið saman sem er með fjölmiðla hlutan hjá okkur að þarna eru fullt af myndum af heilsíðu auglýsingum í dagblöðunum rétt fyrir kosningar alveg frá því 1990 og þar sér maður breytingar í gömlu auglýsingunum var meiri texti hann hefur minnkað og meiri áhersla á myndir af foringjunum eða eitthvað svoleiðis en það sem kom mér á óvart var það að þessar dagblaða auglýsingar neikvæðni hefur minnkað frá því á síðasta áratug síðustu aldar þangað til núna. Það er að segja hér fyrir aldamótin þá voru bara töluvert algengar auglýsingar sem að voru að vara við vinstri stjórn
kratarnir með mynd af múrvegg þar sem að hérna var við að múra Ísland inni og að því þeir vildi ekki fara í Evrópusambandið og þannig sem sé neikvæðar auglýsingar en þær voru eiginlega alveg horfnar og ég verð að segja að ég saknaði þess ekki að við hlaupum ekki eftir þeirri óheilla þróun sem hefur orðið í Bandaríkjunum að auglýsingar séu meir og minna neikvæðar, oft hreinar lygar og níð og nagg andstæðingin frekar heldur en að reyna að útskýra fyrir kjósendum af hverju ég og minn flokkur besti flokkurinn sem þeir að kjósa. Það eru eðlileg stjórnmál. Þetta oft notað líka bara til þess að skapa einhverja svona tortryggni og fleiri og draga úr kjörsókn. Það ekki endilega gert með því hugafæri að þú trúir því sem verið að segja auglýsingunni heldur að segja, nú dagur, það eitthvað að dagi, þannig að ég veit ekki alveg með dag eitthvað. Það bara, þetta notað þannig líka, sko. Það eitt sem Óli var að vísa til hérna rétt áðan sem málefni skipta langmestu máli, en þá líka ef við erum að skoða hvaða málefni það eru sem að þá eitt af því að ég var nú að vísa til þessa fundar sem að ég stjórnaði ásamt að Rakel Þorbergsdóttur og rétt að geta þess að ég var ekki þarna einn að utanríkismál og afstöðu flokkana og frambúða til utanríkismála og svona alþjóðatengsla Íslendinga. Það skipar voðalega lítinn sess í þessari kosningabaráttu. Það var kannski helst afstæðan til Evrópusambandsins og mögulega áframhaldandi aðildarviðræðna við Evrópusambandi. Það eiginlega það eina. Það virtust allir flokkarnir vera sammála nema VG og sósíalistar aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu. Það allir mjög hlynntir norrænni samvinnu. Hins vegar var í rauninni ekkert talað eða mjög lítið sem ekkert talað Sameinuðu þjóðirnar. Sem að einu sinni var talið að væri svona eitt af grunngildum í utanríkisstefnu allra Norðurlandana, það væri aðildin að Sameinuðu þjóðanna. En vægi Sameinuðu þjóðanna í þessari umræðu virðist það var minkað mjög. Taka menn það ekki bara sem sjálfsögðum hlut? Nei, ég nefndi nú að væri verið að veikja stofnanir Sameinuðu þjóðanna meðal annars með stuðningi Bandaríkjanna við Ísrael, þar sem að þeir eru að grafa raunverulega undan þessu alþjóðakerfi sem var byggt hérna eftir stríðsárunum. Já, ég sagði að mjög lítið minnst á það með undantekningu. En sko þetta hefur, ég var að velta fyrir mig, hvenær var kosið utanríkismál, ekki bara 74 síðast? Þetta það ekki, eftir Vari land og annars slíkt. Óli var ennþá í skóla. Já, reyndar komin í háskólan. En þið eru hérna... En má ég bæta einu við að það einmitt mjög forvitnilegt að skoða hvaða mál það eru sem að brenna helst á kjósendum í hverjum kosningum og í þessari bók sem að má ekki nefna frekar Voldemort þar eru það 5 kosningar frá 1983 þar sem að meira en helmingur kjósenda hefur talið sama málaflokki mikilvægastan. 3 sinnum voru það efnahagsmálin og hvenær skyldi það hafa verið? Það var 1987 og síðan eftir hrunið 2009-2013. 2 sinnum hafa velferðarmál og lífskjör og þess áttar verið með yfir 50% sögðu þau skipta mestu máli. Hvenær var það? Eftir hrun í kosningunum 2016 og 2017 og þá duttu efnahagsmálin mjög mikið niður enda má segja að vesti efnahagslegi skellurinn eftir hrunið hafi þá verið horfin. Í öllum öðrum kosningum hefur ekkert eitt mál fengið svona mikið vægi og ef við skoðum nýjustu kannanir frá Gallup það hvað kjósendur telja mikilvægasta máli núna, þá það líka eins og síðast að það ekkert eitt mál sem að stendur algjörlega upp úr, en þar eru efst á blaði efnahagsmálin sem 26% nefna, heilbrigðismálin sem 19% nefna og húsnæðismálin sem 16% nefna. Öll önnur mál eru nefnd af 5% kjósenda eða minna og alveg sérstaklega áhugavert að því við vorum nú áðan að tala innflytjendamálin að það eru 5% kjósenda sem að telja að innflytjendamálin sé mikilvægasta verkefnið og það eru 4% sem telja
að málefni flóttafólks eða hælisleitenda sé mikilvægasta málið. Samanlagt eru hælisleitendurnir og innflytjendurnir nefndir sem mikilvægasta málið af 9% kjósenda. Þannig að það ekki stór partur og útskýrir náttúrulega líka það sem við vorum að tala áðan, að þessi málflutningur Sjálfstæðisflokks og Miðflokks það að hælisleitendamálin séu með mikilvægastu málunum, hann nær ekki hljómgrunni nema inni í þessum 30% cirka hægri sinnaðra þjóðurnisla. Og jável í því mengi þetta ekki það mikilvægast sko. Nei. En þið verðið í kostingasjórfinu ef Guðrún lofar. Þið eru með æviráningu. Við erum nú komnir á þann aldur. Hvernig byrjuðu saman í þessu? Það nú langt síðan og við munum það nú ekki. En ég búin að vera í öllum kosningasjónvarpunum einu síðan 1986. Ég sagði áðan að þið hefðu kallað ykkur knoll og tott. Það er ekki rétt. Já, við gerum það mjög gjarnan. Við köllum okkur nú venjulega sauðalítabandalagi af því að við höldum við FH og KR. En við tökum því fagnandi þegar við erum kallaði knoll og tott. En sá sem gerði það nú sá sami sem að skrifaði leiðara í Morgunblaðið eftir forsetakosningarnar 2012 og leiðarinn fjallaði nú eiginlega ekkert úrslit kosningana, heldur það hvað knoll og tott hefðu verið ömurlegir í kosningasjónvarpinu. Þessi heiðurstitill okkar knoll og tott nefnilega sem sé komin frá okkar erkivini Davíð Oddssyni. Sem eru uppnefnt margt fólk. Herðu, ég hef líklega hort á kosningasjónvarpi á okkur og ég tekja þér einu svona undarfærið að fyrstu tölur eru stundum ekki að birtast bara fyrir ná miðnættið eitthvað. Hvað að gerast hérna? Í gamla daga, fyrir tíma tölvunar, þá voru bara fyrstu tölur konar bara fljótlega eftir að kjörstöðum var lokað. Það breyttist náttúrulega ákveðnu leyti þegar við dóm Hæstaréttar eftir kosningarnar til stjórnarskrár þingsins sem uppálega átt að vera það mætti ekki byrja að telja og sko það var byrjaði að flokka allavega svona 6-leytið og þar með var auðveldar að birta fyrstu tölu og ég man að það var gjarnan mjög mikil samkeppni á milli kjördæma og hafnfirðingar Sveitungar Ólafs þeir voru gjarnan fyrstir með tölu og það var kannski svona 10 mínútur yfir 10 eftir að kjörstöðum var lokað sko. Kaplakrika. En núna eru margir sko sem að ætla að gera skemmtun úr þessu orðnir sko dauða drukknir á þeirra fyrstu tölu að koma. Já, algjörlega. Fyrir suma það nú kannski Getið ekki lagað þetta? Nei, við getum ekki lagað þetta vegna þess að sko þetta í rauninni algjörlega fráleitt fyrirkomulag. Og þetta hefur vestnaðið og þú segir vegna þess að nú eru kjörstjórnir og ekki síst náttúrulega eftir talningaskandalinn í Borgarnesi að þá eru þeir skítræddir að þeir séu að brjóta einhver ákvæði kosningalagana og þar ákvæði sem að ég held að það megi flokka fyrir áður en kjörstöðum lokar en það má ekki fara að telja og svo við líka ennþá sko það galskap í gangi að það hefur í norðvesturkjördæmi hefur til dæmis bara verið talið í Borgarnesi en það má telja á 3 stöðum og ég vona að núna verði talið á í Borgarnesi á Ísafirði og á Sauðárkróki en sko þessi hugmynd sem náttúrulega þegar það vetur það náttúrulega verið bara öryggisatriði að gera það þannig algjörlega Ég meina að þú getur farið út af í djúpinu sko með atkvæði Ísfirðingana og lent í sjónum. Það einhverja sögur kassa sem að rúlaði niður Hlíð og ekki bíómyndum það sem að var óæskilega atkvæði í. En sko við sjáum það í öllum nágrannlöndunum að þar eru úrslitin venjulega ljós eftir svona klukkutíma og það vegna þess að þar ég held að menn megi telja áður en kjörstöðum lokað en kannski líka það að það talið í miklu minni einingum heldur en gert hér. Það víða talið til dæmis bara eftir sveitafélögum og auðvitað gætum við gert það en í núverandi stöðu ætti auðvitað að leyfa að telja öll atkvæði eða sem sé öll atkvæði sem eru komin inn í lokuðum sal
þannig að við gætum verið komin með eins og það var í gamla daga þar sem að menn svindluðu kannski aðeins á kosningalögunum og voru farnir að telja áður en kjörstöðum lokaði í lokuðum sal að þá vorum við að fá tölurnar 10 mínútur yfir 10 var það ekki, korter yfir 10, 20 mínútur yfir 10 nema í þessum kjördæmi þar sem að mátt ekki telja nema á einum stað og landa og fjarlæðirnar voru en maður finnur til með ykkur sko, þið eru eiginlega í 2,5-3 tíma það verður vel ekki að ræða eða tegja lópan sýnist þið það Ólaf Riki í vörðun má ég vekja aftur á því að í sjónvarpinu núna verðum við með fjölmargar myndir úr þessari bók þannig að þó að það komi engar tölur fyrir klokkan 3 þá getum við talað og haldið skemmtun uppi fyrir þjóðinni allan þann tíma Segðu mig, hvað loggmolla í Ólgusjó? Loggmolla Ég reyna að sjá þetta fyrir mér sko. Ólgusjó er náttúrulega Ég sé Ólgusjó Hvað loggmolla? Á enskunni the eye in the storm Loggmollan, ef ég má skýra þetta loggmollan eru kosningarnar og kosningabaráttan sem svo og þessar kosningar sem sko það friðsum í þeim ólgusjó sem í gangi þegar heimsfaraldur COVID í stuttumáli Gæti ekki orða þetta betur Ég ætla aðeins að benda þér á annað líka Smári og Sigurjón að það hvernig þið telja í Færeyjum þar eiginlega talið á hverjum kjörstað og það geta orðið og til dæmis það vakti athygli sumra núna Færeyingar eru nýbúin að fara í gegnum bæ- og sveitarstjórnarkosningar og það vakti athygli að þar var sjónvarpað beint frá talningarstað og meðan talning var í gangi þetta má ekki hér á Íslandi en sumir talningarstaðirnir eru svo litlir í Færeyjum að það nánast að það sé komið spurningum persónuvernd og leynilega kostningar vegna þess að kannski 30-40 manna kjörstað þá geta menn sagt ef að úrslitin verða eitthvað óvænt Bárður og Lækjun hættur að kjósa þjóðveldi og ekki sambandsflokki eins og áveiðum Bandaríkin þetta kjördæmi þarna sem að birtir alltaf fyrst sem bara 8 kjósendur 6 Fór ekki 3 síðast Þannig þar getur maður lesið í þetta einmitt eða færist allt í að vera 3-4 eða 2 Herriðan, núna verðum við að fara að hætta þessu Mjög gaman að fá ykkur Til hamingju bókina En af hverju þú með inntak ef hann fæst hvergi? Þetta pröfueintak Það enn villur í þessu en núna á það að vera á þeim að minnstakosti mestu að vera búið að útrýma þeim flestum minnstakosti En þetta stórmerkileg rannsókn næri við langan tíma Algjörlega og liggur við þetta sé æviverkið þitt Það má segja það það sem mér finnst nú eiginlega hvað skemmtilegast að við erum líka með ég kom því inn að við fengjum að hafa skopmyndir í bókinni og ég byrjaði með því að vilja í kaflanum sem að ég var nú aðalega að skrifa síðustu 100 árin að þar vildi ég hafa skopmyndir eftir Tryggva Magnússon úr Speglinum og Halldór Pétursson úr Speglinum líka þessum unglingum sem eru með mér þeir eru ekki hægt að vera með eitthvað nýrra og þá bættum við einnig skopmynd eftir Sigmund af Jóhannu Sigurðardóttur Minn tími mun koma en svo aðalega nokkrum myndum eftir hann Halldór sem birtust í Fréttablaðinu en Halldór fyrir minn hatt og Bogi getur nú áreiðanlega tekið undir það að Halldór varðandi skarpskyggni og í rauninni að vera með puttan og púlsinum og hafa einhverja merkingu í skopmyndunum sínum að þar Halldór á pari með bestu skopmyndateknurum í heimi til dæmis Matt á Daily Telegraph sem að Bogi gjarnan að dreifa á Facebook sem snillingur eins og línuritin eru í litum myndirnar Þannig að ég verð að segja það. Nú verðum við að stoppa þess að gera ykkur að tala að línur þessi lít, það komur út í svona. Ef þessi bók verður minningagreinin mig, þá má ég vel við una. Herriðan, félagar, takk fyrir komuna og hlökkum til að fylgjast með ykkur eftir viku. Takk að ykkur. Eftir tæpa viku. Það alltaf gaman að koma til ykkar. Sérstaklega því að þið eru ekki að þið þolið að menn tali svolítið lengi. Já. En nú erum við ertu reyndar að gefast upp á okkur.
Nei, það er konu út fyrir öll mörg. Sko. Já, það vil það. Herðu, en við gerum smá hlé og svo komum við og endur þáttinn ég og Sigurjón. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvellur braskara. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.